Jæja, velkomin aftur í Glettur. Nú að þessu sinni höldum við áfram að fara Austfirðina, en nú ætlum við að fara yfir eins og sagt á héraði, förum niður á firði. Og ég ætla að byrja á því að fara niður á Mjóafjörð, en þangað er yfirleitt ófært ungan úr vetrinum, lokast í fyrstu snjóum að hausti og opnast ekki fyrr en að vori. Og þá oft mikill snjór á heiðinni eins og var þegar ég fór þar yfir vorið 2013. Við kíkjum á Vopnafjörð og förum líka niður á Dalatanga. Frá Dalatanga stutt yfir í Seyðisfjörð. Við kíkjum þar í tækniminjasafnið á eftir. En fyrst það Mjóafjörður. Ég upp á háheiðinni og ég held ég hafi nú bara aldrei séð önnur eins snjógöngum ævina. Ég get vel ímyndað mér að þetta séu, allavega svona 6 metrar og upp í 8 metrar þar sem hæst Það sígur að vísu ört núna, það eru svona góðviðrisdagar eins og í dag. Jæja, Sigfús, það nú loksins að vora held ég, heldur að sumarið sé ekki bara komið? Jó, ég ekki nokkru vafa það. Það nú komið sumar. Vorið náttúrulega reyndar núna, en svo kemur sumar og það hlýtur að vera gott. En þú segir ekki eins og Seyðfirðingar, við þurfum bara að fá jarðgöng. Jó, en sko, þessi jarðgöng, Gísli minn, þetta nú bara náttúrulega hryggðarmál allt saman hvernig þetta komið. Nú tala menn bara Norðfjarðargöng og ekkert áframhald á þeim. Auðvitað á að halda áfram yfir í Mjóafjörð, yfir í Seyðisfjörð og svo til Héraðs hvar sem það verður best væri náttúrulega að fara undir Fjarðarheiði því þá ertu komin heim í hlað á Egilsstöðum. Þetta það sem við þurfum að fá og fyrr en síðar til þess að mannlíf þrífist hér eðlilega á þessu svæði hér. En ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég hef ekki þrekk í það núna. Og nú erum við að aka hér út með firði, út með Mjóafirðinum og ætlum út á Dalatanga. En ég hygg að það sé ekki ómælt að þar sé, líklega afskekktasta byggðabýlið á Íslandi. Við ætlum að heimsækja vitavörðin á Dalatanga. Kata, kátt með ljósar okkar lífsglöð, hefur yndist okkar Kata, kann svo vel að rokka rock. Meðan dansinn dunar djaslinn, katum gólfið brunar elskar, meirinn margan grunar rock. Hún smá, hýr á brá, horfið á súi kná, allir þrá að sjá þegar hún tekur rúmbuna og dansar og þið tákata. Með ljósa lakka lífsglöð, með yndist okkar, hún kann svo vel að rocka rock. Já, þá erum við komin út á Dalatanga, komin eiginlega svolítið óvart hvað vegurinn góður svona rétt í sumarbyrjun og heiðin ekki ennþá orðin fær. Þetta að vísu svolítið glannalegt hér og þar, grjótrun, en hvað það? Þetta hafðist og nú er ég búinn að finna vitavörðin, hann að Marsibíl. Marsibíl, þú tókst það fram í upphafi að ég mætti ekki spyrja asnalegra spurninga. Já, ég og hvað eru asnalega spurningar? Nú, hvort að þetta sé ekki voðalega einangrað og hvort mér leiðist ekki alveg svakalega verið þetta ein. Það náttúrulega asnalega spurninga því að ef ég myndi leiðast þá var ég náttúrulega ekki á staðnum. Já, nokkuð klárt. Þetta væri eitthvað erfitt. En ég náttúrulega eins og ég bara með útlenskt fólk núna sem ég á mér. Já, ég var einmitt að hugsa það þegar ég kom hérna og kom niður brekkuna fyrir innan bæinn að nú skilja það hvers vegna þú ert hérna. Ó, það ágætt. Eins og á svona sumardegi þá þetta stórkostlegt útsýni. Já, þetta er mjög fínt sko. En mér finnst það bara alltaf fínt. Þú ert með, ef við byrjum á búsmalanum, þú ert með hunda? Já, með border collie sem ég svona rækta og temja. Smala hunda. Alltaf eftirspurn eftir þeim? Alltaf eftirspurn eftir tömdum hundum sko. Já, Svo ertu með kindur? Já, örfár, ég er með 40 sem báru núna í vor og svo einhverjar 20 geldar sem ég temja hunda. Vitin sem við sjáum hérna aftan mig, þetta elsti vitin, þetta ekki bara elsti viti landsins? Þetta elsti svona uppistandandi viti landsins, jú. Otto Vatni byggði hann. Og það verið að endurbætt hann að gera hann upp? Ja, það náttúrulega búið að gera hann upp, en það var bara eftir að mála hann í sumar og laga hann til. Gera við þakið? Já, gera við þakið og mála gluggana og laga hurðina og svona. Gera hann fínan. Og var búið þarna þegar vitinn var í notkun? Ja, mér var sagt að það hefði verið sofið þarna til þess að halda ljósinu, að þetta alltaf að halda ljósinu lifandi á lampanum og það var sofið þarna í vitan. Við vorum búið með hundana og kindurna og svo til með geitur. Já, ég með geitur.
keypti mér 3 geitur fyrir og 2 kýlinga, það var gaman. Eru þið bara til skemmtunar? Bara til skemmtunar, blessaðu. Ég bara gaman að leika með þetta. Þú ert fædd og uppalin til 8 ára aldurs á Siglunesi, er það ekki rétt hjá mér? Jú, Siglunesi við Siglufjörð, já. Þannig að þú ert með vita varðar genin svona í blóðin? Já, þau eru svona í blóðin. Hlið ekki. Það er nú svolítið rennir í hérna hlaðið hjá þér, er það ekki yfir Jú, á sumartímann? sumrin er svakaleg umferð hérna, það er alltaf túristar og bara vinir og ættingjar og nefndu það sko. Alveg fram á haust, langt fram á haust sem fólk er alltaf að koma. Og er fólk ekki bara velkomið? Jú, það er allir velkomir, ekkert mál. Svo er ég að gera upp húsið núna, íbúðhús sitt og þá er þetta að fá það lykt og svona, það er ekkert mál. Fínt að gista það. En hvernig er þegar heiðin er ófær eins og búið er að vera fram til þessa? Hvernig færðu til dæmis póst? Hann kemur með Anni, póstmannum frá Norðfirði og svo er Fúsi póstun, hann kemur hérna út eftir, eða sé fært, þá kemur hann með póstin út. Og vöru, við pöntum allt bara í gegnum síma, allar vistir frá Norðfirði. Og ef ekki er fært frá Brekku, koma þér þá einhverju tuðru hér að? En þá kom þær og Anni hérna fyrir utan og kom að góðum bát til land. Það var 2 mánuðir í vetur sem var hérna ófært. Svona þess þurfti? Já, það var í nóvember og desember. Allavega íbúarnir á Dalatanga eru hamingjusvæðir? Jú. Því ekkert annað. Voru það nokkuð voðalega asnalega spurningar? Nei, það er bara fínar. Þakka þér fyrir að gangi ykkur vel. Takk. Hún er smá, hér á brá, horfið á, súi gná, allir þráðu sjá. Hún tekur rafana, og þetta er hún kata, hún Já, nú er sól og blíða hérna í Mjóafirðinum og ég held að sé nú ekki mörg sumarhús sem að bjóða upp á annað eins útsýni og sumarhúsin 2 sem Jóhanna í Brekku rekur. Jóhanna, er ekki hátíðardagur í Brekku þegar heiðin er loksins og opnast? Jú, þá er loksins sumarið komið. Allavega að segja það í héraðinu. Það þegar að mjófirðingar koma á sínum bílum, þá er sumarið komið. Já, það er svona bara eins og lóan. Já, það er bara svo lóan. Já. Þú ert hérna með mjög huggulega svona fjölskyldu sumarhús. Já, það eru 2 svona hús sem ég byggði hérna þegar laxeldið var hér. Og þá misti ég allt gistipla sem ég var með í Sólbrekku. Þeir fengu það leigt, þannig að þá hefði ég ekki önnráð heldur en að byggja eitthvað. Og það hefur komið sér mjög vel. Þetta er bara viðbót við hitt eftir að laxeldið fór. Þá náttúrulega hef ég það líka. Svo rekur bæði veitingaþjónust og gistiheimili í skólanum sem heitir Sólbrekka. Já, það er í Sólbrekku. Líka ástæða til að hvetja þá sem að heimsækja Austfirði að sleppa því ekki að fara niður á Mjóafjörð og enda á Dalatanga og taka þennan hring og skoða einhverju. Já, það er bara mjög mikið aðrir að fara á Dalatanga. Það er alveg frábær staður. Já, það er virkilega gaman að koma á Dalatanga. Hvet fólk eindregið til þess að gefa sér tíma til þess. Ef maður er að skoða landið, þá á maður ekki að þjóta áfram og segja bara nei sko. En frá Dalatanga förum við yfir á Seyðisfjörð. Skoðum þar tækniminjasafnið, en þar er reyndar líka margt annað skemmtilegt að sjá. Þó ekki að vera nema bara að fara bæinn og skoða öll fallegu gömlu húsin. En við kíkjum á tækniminjasafnið. Gjörðu svo vel. Eins og ég sagði ykkur frá áðan, þá eru hérna úti gamlir símastöðrar og gamlar loftsímalínur eins og voru hér í upphafi símaaldar. Liggja frá gamla símstöðvarhúsinu hérna í Tækniminjasafn Austurlands. Nú hér eru símar frá ýmsum tímum og það verður kannski fróðlegt að vita hvort það er eitthvað að þessu í sambandi. Við mögum að prófa bara miðstöð, ætli þessi ekki 11. Vita hvort einhver svarar. Miðstöð. Miðstöð? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ætlarðu að gefa mér samband við Hánesstaði? Já, gjörðu svo vel. Þá
Hánastaðir, góðan daginn. Hún Bella, 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 Bella símamær ekki alveg fætt í gær. Hún Bella, 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 Bella símamær. Hún kann á bestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Jæja, Pétur. Nú máttu setja upp húfuna aftur. Já, já. Hættur að leika línu. Já. Ég var ekki að leika, ég var lína. Þú varst lína. Já, já, maður þarf að lifa og syngja þetta. Þetta eru spennandi bókmenntir sem þú ert með. Blandaðir ávextir? Já. Þetta er æðislegt. Þetta er apríl 1953 held ég. Ég er ekki einu svona orðinn eins árs, sko. Nei. Þetta gæti verið mamma hérna, sko. En tækni Safn Austurlands, ég er búin að fara hérna ykkar salin sem í mörgum húsum reyndar. Hér eru margt að sjá, hefur ykkur hugmyndu, hvað eru margir munir á safninu? Já, við erum að giska að gætu verið einhverjum 40.000. 40.000? Já, það kannski heldur hátt en það við erum að gera ráð fyrir því vestar, eða ekki? Þetta eru 6 hús. Hér er til dæmis svona vísir að símstöð eins og þeir voru í upphafi símaaldar og meira sér tengt tækin. Já, já. Og hér er margt annað að sjá, hérna er til dæmis vísir að skurðstofu, hérna niðri er vélsmiðja og elsmiðja og prentsmiðja. Já. Þetta er allt saman starftækt, það er hægt að vinna í þessu tæki. Já, það verður að vera. Það er hlut af safnastefnin hjá okkur að við erum að reyna að miðla verkþekkingu milli kynslóða og milli manna. Þannig að það verður ekki gert öðruvísi heldur en að menn vinni við tækin og tólin. Og það sem við reynum að gera er að við reynum að ná fólki saman sem er þá fólk sem hefur brennandi þrá til þess að kunna þetta og kynna sér þetta og hins vegar fólk sem að kann þetta. Jæja, hérna er nú maskína sem að kannast eitthvað við. Ég var að vinna við svona prentvél í mörg ár. Vísu var það ekki grafópress eins og þessi, þetta er Heidelberg, en allir þetta virki ekki eitthvað svipað, sjá hvort ég get komið einni til. Já. Og svo er bara... Já, malar eins og klukka, eins og maður hafa aldrei gert annað. Jæja, nú er ég komin hérna lengst upp í fjall. Það er Strandartindur sem er hérna beint fyrir ofan mig. Ég ætla nú ekki að reyna að ganga á hann í dag. Horfi hérna niður á fjörðinn og sé að þar eru stórhveli að baða sig. En hérna rekst ég á tónleikahöll og þaðan berast ljúfir tónar. Við skulum ganga inn og heyra hvað þarna er að vera. Þetta er náttúrulega eitt af gerðsömum Seyðisfjarðar. Þetta er óvar blessuð vertu sumarsól eftir Inga Télár, sem er náttúrulega eitt af þjóðskáldum Íslands og hérna er minnisverðum í bænum hann. Hann fæddist hérna. Þú ert að spila hérna í mjög sérstökri tónleikahöll sem að Seyðfirðingar eiga hér upp í miðju fjalli. Hvernig kom þetta til? Þetta er alveg magnaður staður. Það var þýskur listamaður sem lét byggja þetta eða stóð fyrir þessu og þetta heitir Tvísöngur. Og hérna er hver hvelfing með svona sinn grunntón, þannig að maður lappar á milli hvelfinga og spilar og þá er, já, sumar nótur sterkar í einni hvelfingu. Og draumurinn minn er hérna kannski einhvern tímann að fá einhvern góðan hljóðvarleikara með mér og hreinlega að taka upp eitthvað magnað myndband. Það verður spennandi og líka ágætt aðstæða hér. Þetta syngur hér upp hæðirnar, fólk getur setið hér í fjöllunum og notið tónlistarinnar. Já, þetta er eins og sé alveg magnaður staður. Svo veit ég að Lúkas sem stóð fyrir þessu, hann vonast til að þessi steypa verði hægt og rólega bara að mosa, verði svo mosavaxið. Náttúran á að sjá þetta.
Já, næst ætla ég að fara allalega frá Seyðisfirði og yfir á Stöðvarfjörð. Þar skulu menn gefa sér góðan tíma og skoða steinasafnið hennar Petru. Ég var að horfa á súlurnar upp á halsfjallið hennar Petru hér við Stöðvarfjörð. Þetta eru steinar sem Petra sankaði að sér í gegnum tíðina, kom fyrir hérna í garðinu sínum og heimilið hennar er líka fullt af steinum og reyndar mörgu öðru. Það eru líka fuglar, margir fuglar Íslands. Hún er hér ennþá, falleg stytta af henni, gerð úr rekaviði og afkomendur Petru eru staðránir í að halda merkjennar á lofti og halda safninu opnu og það er jafnvel enn verið að auka við það. Við ætlum að reyna það. Það hafa allir mjög mikinn áhuga á því að halda þessu við. Húsið er alveg eins og það var þegar hún fór. Við erum engu breytt. Þið eru 4 systkinin, skiptist þið þá á að vera hérna? Já, við tökum hvern mánuðinn. Nú er mjög sérstakt að koma hérna inn í þetta hús sem að var bara íbúð mömmuðinnar þar til fyrir skömmu. Já, hér hefur alltaf verið alveg fullt af fólki hjá henni. Hún bauð öllum inn, alveg sama hvenær fólk kom, það var öllum boðið inn. Löngu áður en þetta var formlegt safn? Já. Hún opnaði klukkan 11:30 á kvöldin og fór snemma á fætur ef einhver skyldi koma til að geta boðið inn. Og hún þurrkaði fötin þeirra sem komu blautir labbandi, puttalinga. Var ekkert ónæði, nú ert þú fædd hér og uppalinn, var ekkert ónæði af þessu þegar þú varst eftir í æsku? Jú, okkur fannst það nú stundum hálfleiðilegt ef við vorum að koma heim að borða að við þurftum að bíða með var verið að sýna gestunum. Okkur er sagt að þetta sé stærsta steinasafn í einkaeign í heimi. Þetta er náttúrulega það sem hún er búin að vera að vinna við alla sína ævi með vinnu. Þetta er lífið hennar mömmuðinnar. Já. Foldin þín er fríð og kær, fóstur jörðin hrein og tær, undir dagsins bjarta blossa, blóm í þinni moldu grær, já þú munt hljóta lífsins ljúfu kossa. Hlustaðu á landsins fögru fossa, þá finnurðu að lífið býr í þér. Allt sem þú átt, augu þín sjá, fjöllin í fjarska, svo hvernig landið heilsar þér. Allt sem þú átt, augu þín sjá, fjöllin í fjarska, svo fögur og blá. Nú í lokin ætlum við að staldra við á Djúpavogi en þar er margt skemmtilegt að sjá og gömlu húsin nýjuppgerð setja sterkan svip á bæinn. Þéttbýlið hér í Djúpavogi stendur í einstöku umhverfi. Fjallarhingurinn dásamlegur og tala nú ekki með klettabeltin og klettaborgirnar hér í nándinni
í bland við gömlu húsin og svo kemur Austfjarðarþokan með reglulegu millibili. Við erum konir í Löngubúð, Langabúð, stendur undir nafni orðsins fyrstu merkingu. Hvað er hún löng? Langabúð er 39 metrar á lengd og sennilega 8 metrar á breidd, þannig að hún er löng og stór og hún á 2 hæðum, sennilega í heildina yfir 360 fermetrar. Og þetta var verslunarhús og elsta húsið á staðnum? Þetta er elsta húsið á staðnum og með elstu húsum á landinu. Þetta er hús frá því 1790. Reyndar er svona sögursagnir og heimildir fyrir húsum hér á þessari torfu frá því alveg 1742. En 1790 er það er ártalið sem var sett á þetta hús. Það var búið umbyggja þau og allt slíkt og þannig að það var svolítið erfitt að finna kannski nákvæmlega árið en 1790 er formlega gefið út á þetta hús. Við sitjum hérna í vinnustofu Ríkards Jónssonar. Hann er úr Djúpavogi. Já, hann er hérna frá Djúpavogi. Hann bjó hérna rétt fyrir innan þorpið, inn í Hamarsfirði, Strítu í Hamarsfirði og hans fjölskylda og meðal hans bróðir hans Finnur Jónsson, listmálari og Stríta er hérna rétt fyrir innan, eins og ég segi. Þetta er gríðarlega mikið umfangs. Hér eru margar persónur þekktar úr sögunni, skáld og stjórnmálamenn og prestar og bara nefndu það. Hann hefur ekki verið aðgerðalaus, Ríkharður, ævina. Hann hefur greinilega verið mjög afkastamikill enda mikil dugnaðarforkur og þetta er nú bara brot af því sem er eftir hann. Það er fullt hérna upp á lofti og síðan alltaf mikið í einkaeign hingað og þangað landið og heiminn bara. Þekktur fyrir verk bæði hjá Sameinuðu þjóðunum og annað, fundarhamar Sameinuðu þjóðunum slíkt. Fyrir nokkrum dögum stóð ég hérna út í þorpinu og þetta plássinu eins og við segjum og það voru 8 rútur í kringum mig. Þetta er alltaf fullt af fólki hérna frá morgni til kvölds og ferðamannatíminn er alltaf að lengjast. Það er að koma fólk fyrr á vorin og fara seinna á haustin og þannig að það er bara raunverulega, það er mjög mikil trafík hérna. Og þessi hús hafa alveg gríðarlegt aðdráttarafl. Langabúðin, Faktorshúsið sem er hérna fyrir neðan, Löngubúð sem er langt komið að gera upp og síðan Geysir sem er hreppskrifstofan, hús frá 1900. Þetta er gríðarlega mikið aðdráttarafl sem þessi hús hafa. Forvitnileg söfn geta verið misáberandi á eiginlega fyrir hreina tilviljun að ég rakst á afskaplega forvitnilegt söfn hérna í vélaskemmu á Djúpavogi. Þessina rétt, hvað segir maður, líklega norðan við Löngubúð. Þar upp á lofti komum fyrst inn á vélaverkstæði en upp á loftinu er afskaplega fallegt og skemmtilegt steinasafn. Við skulum kíkja inn. Ég sé bara smá hott hérna upp úr, stand upp úr og ég gróf hann upp með steini. Ég átti ekki til orð hvað þessi steinn var stór þegar ég var búinn að grafa hann. Ég og bróðir minn við drógum þennan stein niður á höndunum í 3 daga á trefjaplastúti. Var hann einhvers staðar lengst upp í fjalli? Já, hann var hátt uppi þessi. Og hinn helmingurinn er hérna hinum megin og svona hliðstæðir steinar við fórstall þessara stóru. Já, þetta heitir seolít eða geislasteinar. En þetta er bara hérna agat og fullur af bergkristall og hérna kemur smá silfurberg í honum og agat eftir hérna. Og þessi steinn hérna til hliðar sem þú varst að sýna okkur áðan, er hann eitthvað skyldur? Já, ég fann hann ekki langt frá honum. Sjáu þið. Þarna geti verið, Lagarfljótsormurinn. Þetta er Lagarfljótsormurinn? Já, ég held það. Þarna er hann sjálfur kominn. Já, þessi steinn var allur biksvartur þegar ég fann hann. Svo þreif ég hann með hátersistælu. Það er að opna ég hann. Kalsídón. Hvenær byrjaðir að safna steinum? Ég hef búinn að safna steinum í 24 ár. Hefur einhverja hugmynd hvað þetta er orðið stórt safn? Nei, ég var rosa mikið eftir óunni. 2004 kaupi ég mig sög og fer að kíkja inn í grjótið. Opnaðist þá alveg, bara nýr heimur? Já. Þessi steinn hérna, sjáu þið. Þessi steinn kemur undan jökli hérna frá. Og 4 klukkutíma að saga þennan stein. Jökullinn hann er búinn að pressa þetta er svo hart. Það er orka í þessum.
Ég veit að ég held að ég sem búin að eyðileggja á mér lappirnar við að bera þetta. Þú ert ekki hættur samt? Nei. Ég ætla aldrei að hætta að safna steinum. Hérna sé ég smá silfurberg. Opna hann. Gullfallegur. Ég á mikið grjót eftir óunni. Og ætlar að stækka svefnin kannski í fyllingum tímans? Já, ég ætla að gera það. Þetta bara brot af þessu sem hérna inni sem ég á eftir að vinna. Ég á alveg 2, 3, 4 tonn heima hjá mig. Það ekkert annað. Þetta ævintýra heimur að skoða steinana frá mörgum hliðum, eins og hægt að segja. Já. Þannig að ég held bara hvetjum ferðamenn til að líta hérna inn og upplifa þessa ævintýra veröld. Hér einn steinn sjáið sem ég hirti, sem lítur svona út. Eins og þú sást hann fyrst? Já. Ég tók hann og opnaði hann. Vá, þarna ekki. Þeir segja við margir útlendingar að það sé ekkert að marka þennan stein, ég sé búinn að mála hann. Þeir eru svo hissa á þessu. Ég segi þau minn bara gangið vel við söfnunum og það eru allir velkomnir í Steinasafnið. Allir velkomnir. Opið allan sólarhring. Nú þá höfum við ekki tíma til þess að staldra við á fleiri stöðum. Þó eru margir fleiri skemmtilegir og athyglisverðir staðir að sjá á Austurlandi. Við komum eftir að þeim síðar en ég segi bara takk fyrir í dag. Glettur verða aftur að viku liðinni klukkan 18:30. Sjáumst þá og bless á meðan.